Virðulegi forseti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, sendiherrar og góðir gestir. Í dag fjalla ég það breytingaferli sem við á hótelunum hófum fyrir 2 árum síðan og setja það í samhengi við áfangastaðinn Ísland. Ég mun einnig stikla á stóru helstu áskoranir sem íslensk ferðaþjónusta stendur nú frammi fyrir. Fyrir 115 árum síðan skrifar Collingwood, breskur fornleifafræðingur og myndlistamaður, þessi orð til dóttur sinnar upplifun sína af Íslandi, landi og þjóð. Skilgreining hans á sérstöðu landsins hefur í raun ekkert breyst. En það sem hefur breyst að fjöldi þeirra sem sækja okkur heim eru töluvert fleiri en þegar Collingwood tölti einn landið á fáki sínu. Fyrirtæki okkar hefur verið í hótelrekstri í hálfa öld, en upplifun okkar og upplifun hótelgestanna þarf ávallt að endurspegla tíðarandann. Hverju sinni og reksturinn og þjónustan okkar sífellt að taka breytingum. Upplifun, þjónusta og fagmennska eru lykilorðin og hér stutt sýnishorn af því hvernig við framsetjum okkar vöru á markaði í dag. Við erum í hótelrekstri, en við höfum haft það að leiðarljósi að upplifun af vöru okkar endurspegli áfangastaðinn. Það akkúrat það sem við erum að selja. Og það sem landið okkar hefur upp á bjóða og þannig vonandi leggjum við okkar að mörkum við sameiginlega markaðssetningu og jákvæða upplifun gestsins af landinu. Staðan í dag, íslensk ferðaþjónusta á tímamótum. Það búið að vera stöðug aukning og fjölgun ferðamanna á stefnir í árið 660.000. Helsta aðdráttarafl landsins óspillt náttúra þess. Við státum af frábærum stöðum og bara ekkert sem getur keppt við það og öll endurgjöf gesta sýnir nánast undantekningarlaust ánægju þeirra með ferðina. Þannig virðist áfangastaðurinn Ísland uppfylla væntingar fólks og
oftast meira til. Markaðssetning landsins hefur að mestu verið í höndum einkaaðila. Mosinn bælist hins vegar meir því fleiri sem á honum liggja og tímabært að bregðast við þessum aukna átroðningi. Innviðir okkar þjónustu hafa ekki þróast í takt við þennan aukna fjölda ferðamanna og þolmörk víðar inn til fulls yfir háum. Fólk almennt í heiminum fer einfaldlega í fleiri styttri ferðir en í lengri frí og þetta á svo sannarlega ekki bara við hér á Íslandi. Nú töluvert að ferðamenn nýta sér óheft aðgengi að náttúru landsins án nokkurs eða lítils endurgjalds. Ferðaþjónustan stendur fyrir 20% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar og hlutdeildin fer vaxandi. Með viðvarandi árstíðasveiflu hefur vertíðastemman verið viðlóðandi ferðaþjónustuna og hamlar það þróun á þjónustu og upplifun gesta. Margir fara hringinn í kringum landið og dvelja þar í lengri eða skemmri tíma og sölufókusinn hefur verið á þetta ferðamunstur sem viðheldur þessum árstíðasveiflum, sem aftur dregur úr rekstrargrundvelli ýmissa þjónustu sem í boði er. Við höfum orðið sérstaklega vör við svarta atvinnustarfsemi í hótel- og gistigeiranum og það hefur færst töluvert í vöxt eftir hrun. Skakt samkeppnisumhverfi víðar og viðvarandi af þessum orsökum. Það ánægjulegt að Steingrímur Sigfússon með okkur hér í dag því að við viljum leysa þetta í sameiningu. Við viljum leysa þetta með ykkur og á sem árangursríkasta máta. Því að okkur finnst skilningur á greininni vera lítill því að aðgerðir og breytingar á starfsumhverfi skellt á með litlum eða engum fyrirvara. Þeim svo fylgt eftir með fullyrðingum sem oft sýna mikinn skort á starfsumhverfi greinarinnar og þeirri gríðarlegu alþjóðlegu samkeppni sem ríkir. Ferðaþjónustan vinnur svo langt fram í tímann. Sameiginlegum metnaðarfullum verkefnum hrundið af stað og ferðaþjónustan töluð upp á einn veg en síðan tala niður til greinarinnar og hún vændi að greiða ekki virðisaukaskatt og brugðu fyrir hana fæti með misræmdum aðgerðum. Miklar framkvæmdir hafa verið innan hótelgeirans sem hafa skapað fjölda starfa á liðnum árum og við viljum vinna þetta saman. Við viljum langtíma samhæfða stefnumörkun. Mikil árstíðasveifla einkennist ennþá. Hún töluvert meir út á landi heldur hún í Reykjavík eins og staðan í dag. Veturinn svo sannarlega spennandi en allt önnur söluvara en sumarið. Það nefnilega muggan sem við erum bara að selja most of the year. Og það þarf bara kraftaverka fólk í að bara make everyone believe that this is the place to go to. Það rosalega misjafnt vöruframboð til staðar eftir árstíðum. Það stutt sumar og langur vetur og það ófrávíkjanlegur rammi sem við búum við. Og við megum ekki missa sjónar af því að uppfylla kröfu gestanna einstaka íslenska upplifun allan ársins hring. Okkur töluvert takmörk sett varðandi nýtingu náttúrunnar. Þar sem þolmörkum náð á mörgum stöðum hluta úr ári, takmarka aðgengi að náttúruperlum eftir árstíðum og þjónustu framboð oft af skornum skammti. Getum við gert ráð fyrir því að við náum ásættanlegri arðsemi til langs tíma sem styður við áframhaldandi uppbyggingu og atvinnusköpun ef framleiðin fer þverrandi? Starfsumhverfi nægilega hvetjandi og stöðugt til þess að styðja við framþróun og fjárfestingar? Book a trip to Iceland. Það hér sem vaskurinn steinliggur inn í myndinni? Aukin gjaldtaka sem hækkar verð við fyrstu ákvörðunartöku gestsins hvort að hann að koma yfir höfuð til landsins eða ekki
fælir augljóslega frá. Áskorunin liggur í því að ná beintengingu milli gjaldtökunnar og upplifunar ásamt verðmætamati gestsins. Það þarf að skapa jafnvægi milli upplifunar gestsins, fjárfestingarinnar sjálfrar og þeirrar fagmennsku sem boðin við verndunarsjónarmið. Eðlilegt viðhald, frekari framþróun á hverjum stað fyrir sig. Ekkert einfalt, en þetta verkefnið. Önnur áskorun að skapa skilvirka innheimtu í gegnum aðgengisgjaldi sem sanngjarnt og fyrir gjaldfari að standa straum af innheimtukostnaði, practicalities. Getum við þróað vörumerki Ísland og tryggt arðbæran vöxt án þess að hafa skýr stefnumarkandi markmið og styrka eftirfylgni. Stefna ekki það sem þú segist ætla að gera, heldur það sem þú fjármagnar og framkvæmir. Eða eins og útlendingarnir segja, put your money where your mouth is. Líkt og aðrir ferðaþjónustuaðilar þá höfum við á hótelunum verið að glíma við bara nákvæmlega sama vandann. Við fórum í það að skilgreina vöru okkar út frá þeirri sérstöðu sem boðin á hverjum stað fyrir sig og útkoman ein stór fjölskylda þar sem ættarsvipurinn augljós á sama tíma og áhugamál einstakra fjölskyldumeðlima eru ólík. Icelandair Hótel Reykjavík Natura endurspeglar grænt nærumhverfi, markkópur, heilsás náttúrunundur, vottað ISO 14001. Á Icelandair Hótel Akureyri leggjum við lykiláherslu á vetrarupplifun enda sumarið svo vel seljanlegt. Hlýleiki og vetrarskemmtun við Arineld fyrir bæði innlenda og erlenda gesti. Okkar endurspegluð í markaðssetningu hótelsins og vörumerki þess. Icelandair Hótel Reykjavík Marina. Þar blandar útlendingurinn þar sem útlendingur blandar geði við okkur í íslensku umhverfi. Ekki ólíklegt að há starfsmannavelta hindri áfram frekari framþróun í ferðaþjónustu á Íslandi ef ekki verður hlúð betur að greininni. Við þurfum að vera aðdráttarafl fyrir vel menntað fólk til að tryggja aukna fagmennsku sem verður hvati að frekari framþróun innan geirans. Við þurfum að styrkja rannsóknir á sviðum ferðamála, efla menntun fagfólks í greininni, framhaldinu þarf að tryggja að fagfólk standi undir þeim loforðum sér íslenska upplifun sem markaðssetning á áfangastaðnum hefur skilgreint og lofað. Trausti Víglundsson, fagmennska í 50 ár. Hann náttúrulega bara einn Trausti, en hann leggur náttúrulega ekki glas frá sér án þess að pússa það fyrst. Hann búinn að vera í bransanum í 50 ár, hann sem sagt yfir prófdómari í veitingadeild hótelskólans í Kópavogi. Hann hringir gjarnan í mig þegar það búið að vera keyrsla eins og við segjum á hótelinu og gefur einkunn. Sæl Magnea, þetta búið. Salurinn, uppstilling á salnum, það var svona 9, þau tóku þetta nú ekki alla leið brúðhjónin. Maturinn, alveg 10 sko, strákarnir voru frábærir í kvöld. Loftræstingin, við verðum að gera eitthvað í því. Ég þurfti að fara með aukaskammta súpu yfir fyrir alla til þess að hlýja konunum sem voru í salnum. Og svo verðum við eitthvað að gera í rafmagnshurðinni sem lokast, því að það það eina sem dregur meðaltal kvöldsins niður. Annars bara fínt, ég bið bara að heilsa. Þetta fagmennska og bara, hann tekur þetta bara út frá einkunni eins og hann gefur þegar hann sjálfur að gefa í skólan. Alveg brilljant. Sönn einstök upplifun á hverju stað fyrir sig það sem aðgreinir vellukkaðan áfangastað frá öðrum. Allir staðir eru einstakir, með einum eða öðrum hætti. Horfum í það sem við erum í stað þess að búa til annan veruleika. Hámörkum sérstöðuna á hverjum stað fyrir sig. Segjum frá, en hlustum líka og tileinkum okkur þær breytingar sem þarf til að skara fram úr sem áfangastæður í harðri alþjóðlegri samkeppni. Ísland Íslendingsis tilgerðarlaust og afslappað. Jöfnum ástíðasveiflur með þróun vöruframboðs
allt árið. Hristir þess ekki dálítið vel? Engin til að, þetta bara svona til að ná athygli, hvort allir sé ekki með. Berum virðingu fyrir náttúru okkar, menningu og sögu, en hlúum jafnframt að þeim vaxtartækifærum sem okkar merkustu staðir hafa. Gjaldtaka á okkar helstu náttúruperlum og sögufrægum stöðum eykur virði þeirra gagnvart gestinum okkar og skapar bein tengsl milli upplifunar og eyðslu. Það allt annað að eyða því hér heldur en þegar að ég sit í Birmingham við tölvuna mína og búin að slá inn book a trip to Iceland. Lærum af öðrum, veljum okkar leið sem fellur af vörumerkinu Ísland. Svona tóku þeir þetta í Niagara Falls. Ef náttúran okkar helsti styrkleiki, lítum þá á þá staði sem hafa markasett sig sem slíka, lærum af þeirra árangri og mistökum og veljum okkar eigin leið. Verðmæti þurfa að vera innan seilingar til þess að sátt verði gjaldtökuna og fyrirbyggja að hún fæli gestina frá strax við vali á áfangastað. Gjaldtaka hreint ekki slæm. Hún stuðlar að uppbyggingu og verndun á náttúruperlum samtímis því að hún skapar meiri skatttekjur og sátt í greininni á milli ríkis og rekstrar. Sjálfbærni, það sem allir vilja verða en fæstir hafa. Nýtum við ekki sem skyldi til markaðssetningar á vörunni Ísland. Við tökum óspilltri náttúrunni, hreina loftinu, ómengaða vatninu sem gefnum hlut, verndum hvorki né hámörkum við markaðssetningu á okkar styrkleikum. Aukum meðvitund okkar sjálfra, fylgjum betur eftir og flokkum, segjum svo frá, deilum með öðrum, nágrannaþjóðir okkar, þær hafa lagt mikla áherslu á vistvæna stefnu og uppskorið sem slíkar. Sýnum að við kunnum að umgangast eigin verðmæti með ábyrgri hegðun og aukinni áherslu á meðvitaða sjálfbærni í gegnum menntun og ábyrgan vistvænan rekstur. Upplifun og aðgreining. Af hverju Ísland? Why on earth should I come to Iceland? Fullt af stöðum sem það að bjóða upp á styrkleikan okkar. Og þeir eru bara ekki langt hérna frá ef við ætlum að fara að taka flugtíma með eða annað. Why Iceland? Framboð áhugaverðra áfangastaða endalaust og verðsamkeppni mikil. Hvernig ætlum við að aðgreina okkur frá öðrum? Hvað höfum við umfram Noreg? Samanburður á verði og gæðum áfangastaðar orðinn mjög aðgengilegur á interneti. Ferðamenn geta hæglega gert sér í hugarlund hvað bíður þeirra og skilgreint fyrir fram kröfur upplifun, gæði og þjónustu. Flestir sem sækja Ísland heim nú þegar vel sildir. Alvanir ferðamenn sem gera mikla kröfu áþreifanlega upplifun af áfangastaðnum. Við þurfum að skilgreina sérstöðu okkar og fylgja betur eftir og standa svo við gefin loforð í upplifun gestsins þegar hingað komið. Viðskiptavinir okkar verða kröfuharðari þó þau vilji helst borga alltaf minna og minna fyrir vöruna. Gæði, framsetning vöru og upplifun viðskiptavinar, þetta verður að mynda eina samræmda heild. Á krossgötum þeim við stöndum nú á, gefst okkur tækifæri til að ná áframhaldandi uppbyggingu á vörumerkinu Ísland. Skapa arðbæran vöxt, styðja við mikla atvinnusköpun á erfiðum tímum og á sama tíma vernda náttúruperlur okkar til framtíðar. Samræmum það sem við gerum
við það sem við erum og því hvernig við viljum þróast áfram sem áfangastaður, stöldrum við, metum stöðuna, hvað þarf til að komast þangað sem við ætlum okkur, stillum saman strengina og fylgjum því svo eftir út á markaðinn. Saman. Takk.